Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og ætlum að halda okkur við íþróttirnar. En í næstu viku hefst heimsmeistaramót kvenna í íshokkí hérna á Akureyri og ég kom með 2 fulltrúa úr íslenska landsliðinu. Það er hún Steinunn, liðsstjóri, og Florsrún, einn af leikmönnum liðsins. Verið velkomnar. Takk fyrir. Þetta mót í næstu viku, hversu svona stórt er þetta mót að umfangi? Þetta er bara mjög stórt og flott mót og alveg svakalega gaman að fá að hafa það hérna á Akureyri sem hefur verið svolítið svona íshokkí bær og það hefur farið mikill undirbúningur í þetta mót og þetta er annað skipti sem við höldum það hérna á Íslandi. Já. Og gaman að hafa það á Akureyri eins og segir, það er mikil íshokkí hefð hérna og stór hluti úr liðunum er hérðan úr SA. Já. Þið voru að spila í gærkvöldi æfingaleik, það var svona kannski markar upphafið að þessu öllu saman. Hvernig, á móti Nýja-Sjálandi, hvernig gekk það? Það gekk vel, en brösulega á köflum, en við unnum 4-2. Það er fyrir öllu að setja línunar fyrir leikinn næstu viku. Akkurat. Ég get ekki útskýrt aðeins fyrir þeir sem þekki ekki til þetta fyrirkomulag í þessum heimsmeistaramótum. Það er heimsmeistaramót á hverju ári. Hvernig er þessu svona háttað hjá okkur? Þetta eru deildaskipt. Þannig að við spilum til dæmis í deild 2B og núna nýlega búið að bæta við deild sérst fyrir neðan okkur. Við höfum verið í neðsta flokki og ég held að sé 5 þá í heildina á allir styrkleikaflokkar. Já. Þannig að þessar bestu þjóðir, Kanada, Svíþjóð og Bandaríkin eru að spila í fyrstu deildinni eða þannig og við erum að spila í annar deild B. Og er raunhæft fyrir okkur að komast upp í aðra deild A og jafnvel einhvern tímann í fyrstu deild? Hversu langt er þarna milli? Það er raunhæft fyrir okkur að komast upp í aðra deild A, já, klárlega. Og vorum bara frekar nálægt í fyrra. Já, það var. Og þetta er yfirleitt svona jöfn deild og við höfum unnið hana, en þá var akkurat fækkað liðum, þannig að við komumst ekki upp um deild það árið, það var 2008. Súrt, en sætt að vinna hana. Já, það var svolítið svindl. En við eigum gulli síðan þá, þannig að við vitum hvað þetta er, við vitum hvað við þurfum að gera og okkar leikmenn eru bara alltaf að komast hærra og hærra og nær þessum góðu sem spila í deildunum fyrir ofan, þannig að það er alveg raunhæft. Florsrún, undirbúningur leikmanna fyrir svona mót, hvernig er honum háttað? Hvenær byrjið þið að undirbúningu fyrir mótið? Það er þetta bara leið að sísoni byrjar. Þú byrjar þetta að spila með þínu liði, þitt síson og það eru æfingabúðir. Núna hafa verið 2 æfingabúðir, eina fyrir jól og eina eftir og eina bara núna í þessum mánuði tiltölulega nálægt móti. Þá hittist liðið saman og í fyrstu og í öðru æfingabúðum þá kemur svarið hverjir eru í liðinu. En það er samt búið að skera niður, þannig að við erum komið með mjög hnitmiðan hóp Og er hörð samkeppni að komast í liðið? Já, það er það. Já, það er alltaf aukast. Já, það er aukast. Svo það eru breytingar. Það eru stúlkur sem eru að fara í barneignarfrí og við erum auðvitað öllum aldri. Það er mjög breiður aldurshópurinn í liðinu. Nú eru ekkert rosalega mörg lið hérna á Íslandi, mann rétt árið 4 eða ekki, sem eru í deildinni hérna á heima. Já. Hefur það einhver áhrif til styrkingar eða veikingar liðsins að hafa svona fá lið? Að sjálfsögðu. Já. Auðvitað vildum við fá miklu fleiri konur og við þurfum það. En það hefur verið að aukast fjöldir sem að spilar íshokkí kvenna bara síðustu ár. Það eykst alltaf aðeins og þar af leiðandi fáum við stærri hóp til þess að æfa sig saman og velja úr, þannig séð. Getur það einhverju leyti verið styrkleiki að stór hluta þessum stelpum eru vanar að spila saman? Já, ég held það. Já, auðvitað. Já. Það er það. Eins og fyrir mig að koma núna inn í æfingarleikin í gær, ég er bara mjög glöð að hafa fengið hennar leik. Þegar ég er að spila með allt öðru stúlkum yfir veturinn, að þetta bara skiptir mjög miklu máli að við náum saman að finna bóðs okkur. Ég ger það. Áhugi á kvennahokkíinu, hvernig finnst ykkur hann vera? Eru það vonast til þess að fá marga áhorfendur? Eru það að skynja mikinn áhuga fyrir þessu móti til dæmis hérna á svæðinu? Já. Ég er að skynja meiri áhuga heldur þegar héldu að síðast í Reykjavík. Akureyri er þetta bara íshokkí bær og bara eins og kvennaíshokkí er stærst á Akureyri. Við reiknum með alveg fullt af fólki í höllinni á hverju kvöldi og af því að leikirnir eru þannig, liðin eru jöfn, það verða einhvern veginn held ég allir leikir svolítið spennandi. Og að fá að sjá sína stelpur hérna á sínum heimavelli þar sem að stór hluti liðsins eru Akureyringar og margar sem eru ekki að spila með Akureyri þær kannski voru einhvern tímann hérna.
að þá það gefst eiginlega ekki betra tækifæri til þess að koma í skautahöllina og sjá hvað þetta er svakalega skemmtilegt sport, ef að maður þekkir það ekki. Já, Algjörlega. og þegar þú talar sko að öll liðin eru mjög jöfn, að í fyrra, það voru eiginlega allir að vinna alla. Það var mjög mikið jafntefli og að vinna í framleggingu, þannig að ég held að það verði svona líka í ár, það verði mjög spennandi. En við eigum bara fínan sens að komast upp. Við eigum bara fínan sens, já. Flósa, nú ert þú að spila út í Noregi. Já. Hvernig er það frábrugðið hérna heima? Er þetta einhvers konar atvinnumennska eða hvernig virkar lífið hjá þér úti? Í Noregi það er ekki atvinnumennska, en ég er að spila með rosa góða stúlkum. Þær eru í fyrstu deildinni, í landsliðinu þar. Að fyrir mér, ég er bara að vinna af mér rassinn fyrir einustu æfingu að halda í þér. Þú veist, það er engin spurning þar og tæknilega sé að ég er ná framförum. Þetta er svolítið öðruvísi hockey. En þegar þú talar líka styrkleikin hérna heima, er það til styrkleika eða veikleika að hafa svona fá lið. Það er þetta bæði styrkleiki og veikleiki. En að hafa farið út að segja að veikleikin er það að deildin er svolítið lokuð af. Það er ekki nóg mikið leikjum við önnur lið sko, til þess að ná levelinu hærra. Já. En þessi heimsmeistaramót hljótar samt að vera ákveðin gluggi eða ekki fyrir leikmenn, það er náttúrulega tekið eftir þeim og kannski koma eitthvað tilboð svona í kjölfarið, er það svoleiðis? Já, það er algjörlega þannig. Já. Stelpunar í liðinu okkar hafa fengið boð að spila í Ástralíu til dæmis, Flósum fekk það fyrra, fyrir 3 eða 4 árum voru nokkra sem fengum boð að spila í Tyrklandi. Svo auðvitað stækkar alltaf þessi tengslahópur. Þú kynnist fólkinu sem þú ert að spila við og þar að leiðandi kannski ertu komið tengsl, getur farið og ferðast til Ástralíu. Það er þægilegt að fara að spila til dæmis yfir okkar sumar, það var vetur í Ástralíu. Við höfum gert það 2, þá spilum við í Ástralíu yfir sumartíman. Komum tilbaka í deildina hingað og alveg með blússandi sterka fætur af því þú ert búin að skauta allt sumarið. Já, hlýtur að vera gaman að skauta í Ástralíu. Já, það var alveg mögnuð reynsla. Steini, nú ert þú liðsstjóri liðsins. Já. Hvert er svona hlutverk liðsstjóra? Já, það er bara svolítið skemmtilegt, finnst mér. Ég nú reyndar að prófa það í fyrsta skipti af því ég hef verið leikmaður áður. En þetta snýst svolítið að halda utan hópinn og sjá svona hluti sem að stelpurnar ekki þurfa að hugsa um. Þær eru að einbeita sér að spila hockey, þær þurfa að fá að sofa og borða og vera í góðum gír svona líkamlega og þá getum við komið þarna inn í liðsstjórinn og passa að það sé allt á hreinu varðandi mat, hvenær á að fara og gera þetta, skipuleggja, ef að það er frítími, þá gerum við eitthvað skemmtilegt. Og þið eru náttúrulega hérna á hóteli og það eru allir á hóteli þó að stór hluti leikmannanna búi hérna á Akureyri, þá eru allir saman á hóteli en það er svona, þetta er dálítið svona öðruvísi líf þessa daga meðan á þessu stendur. Já, þú verður svolítið að geta tekið úr hversdagsleikanum til þess að geta einbeittir af því þú ert bara að hugsa hvað er mitt hlutverk í leiknum í kvöld. Þannig að það eru svona erfitt að vera líka kannski í sínu með börnin eða skjótast í vinnuna eða fara á fund. Já. Þú eiginlega bara þarft að kúpla þig út. Núna ertu bara mætt á HM og þó svo það sé heima á Íslandi þá þarft eiginlega, þú ert farin svolítið á HM. Já. Já, algjörlega. Og fyrsti leikurinn á HM, hann er á mánudaginn, á móti Rúmeníu. Móti Rúmeníu, ekki Spán, fyrsti leikurinn. Er það Rúmenía? Nei, það er Rúmenía. Rúmenía, já. Ekki? Jú. Alveg með þetta? Alveg með þetta hreinu. Já, hann er með þetta hreinu. Og þessi leikur á móti Rúmeníu, hversu, ég meina við höfum bara góðan sens þar eða ekki? Jú, við höfum ekki spilað við þar í 2 ár held ég. Já. Þær eru að koma upp. Já, það datt svolítið út hjá þeim hockeyið og þær eru að koma aftur inn. Þannig að ég veit ekki hvað við gerst á þessum tíma en fyrir það vorum við yfirleitt að vinna þær. Já, var það ekki 3-1 eða 4-3? Svo munum við alla leiki svona. Já. Man þegar ég skoraði þarna, já, var það ekki 3-1? Jú, þetta var 3-1 á hérna. Og svo rúlar þetta svona næstu daga á eftir, þetta eru 5 leikir eða ekki? Já, spilum mánudag og þriðjudag, svo er frídagur, svo spilum við fimmtudag, kemur aftur frídagur og svo laugardag og sunnudag. Frábært. Við hvetjum bara allir til þess að mæta í skautavöllina á Akureyri. Já. Er einhver svona heimasíða eða eitthvað að nálgast upplýsingar mótið einhvers þar? Mótið, já, á íshokkísambandssíðu, ihi.is. Á Facebook má líka finna síðu sem að liðið, bara landslið, kvennalandslið íshokki og svo er hægt að kaupa miða í skautahöllinni. Þú getur bæði keypt á staka leik og það kostar bara 1500 krónur. Já, það er ekki neitt. Það er ekki neitt og eins og við sögum, þetta er allt spennandi leikir. Þú getur líka keypt bara passa fyrir 5.000 krónur.
Hvetjum allir til þess, Já. ekki spurning. Ekki spurning. Heyrðu, Steinunn og Flórsson, takk kærlega fyrir komin í þáttinn og gangi ykkur ótrúlega vel. Já, takk fyrir. Takk. Þá ætlum við aðeins að venda okkur kvæði í kross, við ætlum að snúa okkur að ferðamálunum, en í morgun flög Flugfélag Íslands sína fyrstu ferð frá Akureyri til Keflavíkur í beinu flugi og María Björk var á staðnum og fylgdi vélinni úr hlaði.